Eigendur Kjarsins í Grímsnesi fullyrtu í fjölmiðlum á sínum tíma að ekki stæði til að krefja ferðamennum greiðslu fyrir að skoða þessa þekktu ferðamannaperlu. Annað er nú komið á daginn. Í gær var byrjað að meina rútu með ferðamenn aðgangað svæðinu nema gegn greiðslu. Ferðamenn á einkabílum geta þó enn skoðað kerið án þess að opna verskin sín og ekki bara á öðru í morgun en að áhugi á kerinu hefði talsvert aukist vegna umræðu síðustu daga. Bræðurnir í Hagkaup, Sigurður Gísli Pálmason og Jón Pálmason, keyptu kerið í Grímsnesi og 10 hektara spildu fyrir 10 milljónir króna í árslok árið 1999. Kerið er friðlýst og á náttúruminjaskrá og vöktu kaupin talsverða athygli. Eigendur lýstu því yfir að alls ekki stæði til að selja aðgang að kerinu. 2 öldruð systkini á Miðengi áttu kerið en það hafði verið í eigu sömu fjölskyldu frá árinu 1925. Ríkið átti skeið í viðræðum kaup við systkinin en þeim þótti ríkið bjóða of lágt. Þá kom einnig fram í fréttum á sínum tíma að systkinin væru ósátt við framkvæmdir inni á svæðinu á vegum ferðamálaráðs og sögðu þær vera án samráðs og í leyfisleysi. Í dag hittir Óskar Magnússon, talsmaður Kjærfélagsins, Ólöfu Íri Atladóttur ferðamálastjóra. Á meðan bíður ferðaþjónustan átekta og engar rútur voru við kerið í morgun.